Jæja Falur, ég með hérna rétt eftir leik á móti ÍR, búinn að fá að tala við liðið þitt. Hvað sagðirðu við strákana í klefa? Ég var bara að fara yfir hvað ég hefði viljað gera. Ég hef talað við þá hérna. Ég hefði viljað sækja bara að körfunni, en sko, hvað maður að segja. Það bara tekur yfir, þú veist, þegar Robby sér Tomma galopinn fyrir utan. Og eins og ég sagði líka í viðtali við hérna fyrr, við Stöð 2. Ég treysti Tomma til að hitta 7-8 skotum af 10, þú veist, svona aðleik. En, þú veist, þetta var bara svo sárt að ná ekki að klára þetta. Við vorum búin að, momentið var með okkur og vorum rosalega nálægt í að klára þetta. Eins og þú segir, þetta mómenti var með ykkur, þetta var í nánast svona lygilegur endasprettur því þið gerðu bara hrikalega vel hérna í lokin. En þarna rétt á undan, þá verð ég eiginlega að vera sammálaður varðandi dómara og dómgæslu þegar þeir taka ekki stigin af ÍR. Hvað gerist þar? Það slá á hringinn, það er alveg greinilegt. Og ég sagði við þá, ég sagði við Rögnvald. Það er það sem að mér finnst gerast nánast alltaf þegar eitthvað, þú veist, þeir segja já, við sáum þetta. Og ég sagði, hvað þurfa þeir að vera 9 á vellum? Þú veist, mér finnst það oft þessi afsökun koma, þeir sjáu þetta ekki. Og þá segja ákvað þeir að horfa. Og þú veist, það sáu þetta allir á bekknum hjá okkur. Og hann kemur við hringinn og samkvæmt því sem að ég best veit, en ég náttúrulega getur vel að þessu búið að breyta þessu reglum. Þá má ekki slá í hringinn þegar boltinn er á hringnum. Og ég hef viljað sjá þau 2 stig þurrkuð út. Svo var hérna, það var vítadómurinn í rauninni þegar hann er búinn að setja bæði vítin niður, þá þarf hann að taka þau aftur. Fékkstu einhver útskýringu hvað gerist þar? Það voru 2 dómarar að tala á ritaraborðinu, diskutera eitthvað. Hinn dómarinn setur hérna vítin í gang og þá hittar hann úr 2 og svo þarf hann að endurtaka þau og þá hittar hann úr 1. Ég meina, þú veist, ég veit ekki, þetta er bara svona, þetta fór svona í þetta skipti og því miður við erum búin að tapa, ég held að þetta sé 3. eða 4. leikur sem við töpum einu stigi sem er bara mjög sárt. Já, gífurlega blóðugt, svona sérstaklega þess að þeir þurfi náttúrulega klálega á þessum stigum að halda. En hvað svona, þú veist, hvað getur þú tekið úr þessu, eitthvað jákvætt? Já, ég tek fullt jákvætt, þú veist, ég kann virkilega meta það og þú veist, við með 1 sigur í deildinni, að strákarnir eru ekkert að gefa stuð. Við erum hérna, þú veist, voru 7 stigum undir eða voru tæpa 2 mínútur eftir. Við erum að halda áfram og ég bið það að halda áfram og við viljum halda áfram og sýna, þú veist, bara baráttu, íþróttaanda, spila körfubolta. Þeir gera það og við næstu náum að klára leik. En það er bara fjall ekki með þetta skilja. Það er bara bikarinn framhald, það er í framhaldinu. Já. Er það ekki bara eina vitið, þú veist, það er ekki hægt að gera annað en að fara all-in þar? Nei, við ætlum að fara núna að leggja okkur alla í það verkefni og sjá hvert það tekur okkur. Það væri æðislegt að fara að spila til úrslita í bikarnum og við stefnum á það. Það er ekki lengra, takk fyrir þetta. Takk.